Vá, hvað er erfið Vantar stóri. okkar. Halló. Halló. Við bjóðum alla hjartalega velkomin þenni fyrsta þátt að Lykkifellinu og þetta loksins hafðist hjá okkur hérna. Við erum Anna Sigga og Rakel en kannski betur þekktar á samfélagsmiðlunum sem Ansi Ast og Knitti from Iceland og við erum núna með mjög margar og spennandi hugmyndir sem við erum búin að vera að skrá hérna niður og við erum búin alveg á fullu í hugmyndaplani. Heldur betur. Við ætlum bara, þetta er bara að fara að gera krakkar og við ætlum að fara yfir alls konar prjónatengt málefni í þessu podcasti. Taka við tölvika og gesti og margt fleira. Bara svona umræðu hver gangi í samfélaginu og margt fleira þar sem það er svo opaslega margt og frábært í gangi hérna. Það er bara endalaust hægt að tala og ég er mjög spennt fyrir framhaldinu. Já, ég er svo sammála. Við erum eigum bara að þeir nú þar sem að samfélagsmiðluna hafa opnað svolítið mikið á hvað er maður kannski sýnileikana fólki og nú sjáum við bara, við erum svo margar sterkar konur og það er svo margt í gangi og þetta er bara, ég myndi segja bara 2025 og 2024 bara eftir COVID, þetta er að springa allt út hérna. Algjörlega. Ég hlakka mjög mikið til að fá góða gesti við og fá að læra meira og heyra í fleirum líka. Saman við erum komið einn mjög spennandi gest bókaðan. Við viljum ekki segja neitt meir. Kemur ljós. Í þessum fyrsta þætti þá ætlum við að fara svona kannski stuttakynningu bara aðeins á okkur og ég held að flestir kannski kannir svolítið við þig úr prjónasamfélaginu því þú er svo duglega að koma í story á Instagram og... Ég er bara nöldrari. Nei, þú er bara kemur oft með mjög skemmtlegar umræður og svona alveg hluti sem er gaman að velta fyrir sér og ég meina þannig byrjuði við að spjalla saman. Ég meina, já, algjörlega. Ef þú væri ekki svo nöldrari ég væri ekki svo nöldrari. Bara enn er fólk bara hægt að gera eitthvað leiðilega hluti. Nei, það þarf oft bara einhver að segja hlutina og mynda þess að búa til þessu umræðu. Já, betur fyrir sjaldnast þannig. Ég svo betur fyrir þetta samfélagi svo dásalega gott sko í kringum okkur. Já, nefnilega. Það bara er að dafna svo frábærlega sko. Heldur betur. En hérna, hver er Anna Sigga? Góð spurning. Ég er fyrst og fremst 4 barna mamma og ég myndi kalla mig kannski bara listakonu mér finnst það alltaf bara ágætt nafna þegar ég er svona allt og öllu og ég var alltaf svolítið svona dragur þegar ég var yngri eitthvað svona, og það kannski að þeim var alltaf að hugsa $100. Nei, við erum bara handverkskonur, listakonur. Algjörlega og líka bara þegar maður skoðar Instagram-ekki þinn, þetta er ekkit smá fallegar myndir sem það tekur. Takk. Mér finnst bara að vera artist, er það ekki listakona á íslensku? Þú veist það bara algjörlega og á svo stóru sviði. Ég ætla ekki að segja ykkur en ég var að pása hér að þið fór svo hjá mér. Þetta var Rakel, mestaljós snúðurinn. Takk fyrir það. Þetta var ekki smá hrós sko. Ég veit ekki hvernig æxlaðist. Þetta var bara eitthvað minn persónulegi Instagram-reikningur og svo náttúrulega er ég búin að vera 3 sinnum í fæðingarorlof og þá þarf maður náttúrulega að finna eitthvað svona afdreip að gera fyrir þannig að sinna börnunum og ég held bara eiginlega svolítið ljósmyndun og handverk svolítið svona tók yfir hjá mér en ég var alltaf í að teikna myndir fyrir fólk, var eitthvað svolítið að harka þegar ég var 12 ára síðan. En hvernig hefur 4 barna móðir tíma fyrir prjónið? Já, góð spurning. Það sem þekkja mig vita að ég er að vinna alltaf mikið en hvað ég sagði? Ég bara sef ekkert. Ég bara held mér vakandi alveg til klukkan 1 og 2 næturnar og er að reyna að hraðprjóna bara einhverja flíkur hérna. Ok, ég skil. Þannig að ef ég er með frábært tips þá er það bara að sofa rosalega lítið. Já, ég veit ekki hvort það getur flokkað sem frábært tips. En ef það virkar, þú ert að prjóna ótrúlega fallega. Þessi gula peysa og þessi græna sem þú ert búin að vera að sína frá núna. Læm, ég er bara svo skottin í læm. Ég get ekki. Það eru sjúkar, sko. Mér líður eins og þessi komin bara til, ég ætla ekki að segja Tenerife, kannski Monaco-feeling þegar ég en mér finnst ég alveg bara brún þegar ég er alveg frekar tropikal eitthvað. Já, mjög tropikal, sko. Ég er bara fyrir eitthvað lemondam í dag. Já. Það er gulur heitur litur í ár. Hann er heitur litur í ár. En þú ert líka með að halda svona útseimsnámskeið. Já. Hvernig byrjaði það hjá þér? Það var alveg langur aðdragandi. Ég hætti í öðru fyrirtæki, ég ætla ekki að nefna nafni hérna, og ætlaði þá að fara að byrja með eitthvað svona útseimstæmi. En ég var svolítið búin á því eftir það shenanigans eins og var í gangi hérna. Að ég hafði ekki þreknu orku í 1 ár
líku við. Þá til Nanna sendi svo á mig, hvað ég segja, rétt fyrir jólin í fyrra, hvort að ég vildi ekki halda útsýnsnámskeið hjá sér og án þess að hugsa, því ég er aldrei svona framheiladrifin, þá segi ég bara já. Ég er bara, Nanna svo frábær, ég ætla bara að segja já. Og hún er vitt, ég spurði hann, ég bara hvað er þið margar? Hún sagði, herri, salurinn tekur hjá mér 36 konur. Ég bara, wow, ok. Ég hef já, ok, ég hef 36 konur. Ég var að hugsa svona 8. Ég hef alltaf læg og ég spurði henni hvort það var með svona skjávarpa sem var með, þannig við rumpum þessu af bara með skjávarpa með 32 konur og þetta var svo ógeðslega gaman að eftir jólin þá laðist ég bara aftur undir feld og fór, tók heila mánuði bara útfæra munstur og náði svo loksins að starta útsumsnámskeið bara í grunn og þetta búið að vera bara ævintýri síðan þá, bara bilaslega gaman, það bara á svo margar áhuga á þessu, ég bara trúði ekki fyrir mitt litla líf að því að á sínum tíma þegar ég mætti þá á 4, sem bara á 4 þá var alltaf bara ryk á útsendskatninu Nei, í alvörunni það bara snertaði enginn og einhvern veginn var alltaf bara svona út í horninu bara hvert sem ég fór var alltaf Mólín eða Árörgarnið, allt einhvers þar lengst út í horni, alltaf með ryk, ég var alltaf dusta ryk af litinu sem ég langaði að kaupa. En svo bara núna, ég get alveg sagt ykkur að það búið verið svo mikið æði núna í útsumufrjón, er að flesta verslanir eru búin að draga útsumskatnið fram alveg miðju gólfinu og ein verslirinn bara stjagsett þetta bara beint þarna í miðjuna og er búin að bæta töluvert við útsums úrval sitt og það er svo gaman að sjá þetta, það er svo gaman einhvern veginn þegar maður sér eitthvað lifna við, bara, það er einhvern veginn bara blómstar allt í kringum þetta. Vá, sér hvað þú er búin að hafa ótrúlega góð áhrif út í prjónasamfélagið. Ég myndi ekki segja að bara ég og hún náttúrulega Pálína er líka búin hún var náttúrulega svolítið líka útsum við vorum báðar alltaf svona útsum og svona skjóta á millökkar og kannski greipar fólk svolítið í þetta þar Pálína þá meni ég náttúrulega strikkjórat á Instagraminu, hún náttúrulega er bara endalaust æði, sko Jón, Rakel seg þú mér smá þig því að ég veit að þú ert prjónahönnur, þú talir frekar svona afkasta mikill prjónahönnur hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér? Ég er búin svolítið forvitin yfir því. Já, ég bara klesti á vegg og fór í burnout 2023. Það COVID-tíminn, 23, nei, það var rétt eftir COVID. Það var rétt eftir COVID, já. Já, ég var sérst að vinna í svona luxusferðamanna bransanum og það bara sprakk allt út. Það var bara insane og við fórum hann alveg 2 á sama vinnustað, það var bara allt of mikið. Þannig að ég er með ADHD og ég get ekki setið kjör og gert ekki neitt heima þannig ég náttúrulega hugsaði strax ok, ég verð að gera eitthvað og veistu, þá myndi ég eftir að ég hafði ári áður hafði ég stofnað Instagram-reikning þar sem ég ætlaði langaði að posta ykkur í prjóni en ég þorði því ekki. Var hann bara tómur? Já. Lord. Einmitt, hann var bara búin að vera tómur af því mér langaði svo að byrja en einhvern veginn þorðið ekki og þarna var ég bara eitthvað ég verði að hafa eitthvað tilgang, ég verði að hafa eitthvað að gera þannig ég ætlaði bara að prjóna lópapeysur og sjá hvort ég geti seltar eða eitthvað svoleiðis og byrjaði bara að skoða hashtökin prjón, uppskrift, eitthvað svona lópapeysa og það rakst ég á hana Gunnhildi Vindanits. Hún ljós sko. Já, hún er bara hún er bara mín íslenska fyrirmynd af íslenskum hönnuði af því hún er fyrsti hönnuðurinn sem ég rakst á og þarna sá ég bara venjuleg kona að gefa út uppskriftir. Ég hef alltaf verið að prjóna eftir Ístex, öll Ístex-blöðin og prjón fyrir mér var bara Ístex árið 2023, opnaðist nýr heimur og þarna fann ég bara líka fleiri við erum með fullt af ótrúlega flottu hæfileikar ykkur prjónafólki, hönnuðum, konum sem er að lita gat, konum sem er að reka prjónaverslanir og ég bara einhvern veginn ég fór alltaf í Hagkaup og keypti mér lópa. Já, ég var alveg eins og þarna sko. Ég held ég fyrir handbrúnsambandi í dag. Já, ég ger það í dag af því ég er að vinna við hliðina það er svolítið hættulegt. Og þegar ég sá þarna Gunnhildi verið að gefa út bara fullt af flottum uppskriftum. Já, hún ótrúlega sterkar hönnur. Ótrúlega flott, hún gera svo flotta peysur. Þannig að hún var bara mitt algjör fyrirmynd. Þannig að ég einhvern veginn pröfaði bara að teikna fyrst munstrið mitt, byrjaði bara eitthvað að gera í Excel og prjónaði peysu eftir því. Og stærstu mistökin sem ég gerði í þessu ferli var að hafa hann úr plötulópa. Var hann einfaldur plötulópi? 2-faldur og ég þurfti að rekja upp svona 7 sinnum. Þetta var slitnaðan. Bara slitnaðan. Þetta voru bara einhverja tægjur. Þetta var hrikalegt. Þetta ger ég ekki eftir. Mér finnst það samt sýndislega með einu stræða móherri, sko. En það er svona styrkingin, sko. Einhver sem er að prjóna, hvað heitir þetta, innband með honum. Og þá er það svona styrking. Já. Hann er alveg óspunnin.
Jésús, og ég prjóna sko fast þannig að þetta var hrikalegt en ég lærði af þessu og það var lið alveg 1,5 ár þannig að ég prjóna aftur Já, sæll, sko en og ég fekk á þessum tíma var ég með svona 200 fylgjendur og ég fekk 4 fyrirspurnir hvar get ég fengið þessu uppskrift og það gaf mér svo mikið því ég bara vá, fólki veist þetta fallegt fólk, þú veist, bara fólk sér mig já, það er svo góð tilfinning og þarna bara, þetta gaf mér svo mikið svona einhvern veginn drifkraft til að bara heyrðu ok og ég man ég fór að settist niður í stofuna og hugsaði bara ok mér langar að, þú veist, ef ég ætla að fara að gera þetta þá þarf ég einhvern veginn að finna leið til þess að koma mér á framfæri og ég held að vera mjög góð leið væri að finna eitthvað svona þema eitthvað þema sem er ekki til, þema sem get gert kannski nokkra peysur af þessu ákveðna þema og þá datt mér í hug bara, heyrðu, stjörnumerkin ég hef aldrei séð íslenska lópapeysu með stjörnumerkja uppskriftum. Nei, ég fór inn í síðan hérna Instagram og ég skrollaði sko neðst niður því að ég var alveg bara að sjá og það sem varst að tala og þær eru sko að gegja þar og ég var með stjúpmömmu minni hliðina mér, ég bara sjá hún bara akkurat eins og við erum bara að tala sko, hún gerir þessi lópamynstur sem ég og þú elskum sem er þetta með skandinaviska ívafinu sjá, hún er með svona stjörnumerki og hún bara, hvað síður með eitthvað, ég skal sína ég var að sína hún var að screenshota þess að tók mynd af síðinu og hún bara, ég var að kíkja inn á þessa síðu, svo fór hún inn síðinu og hún ég veit hver þetta er hún bara, ég veit hver þetta er ég þekki þessa peysum svo falleg hún vissi bara nákvæmlega hún vissi bara ekki hvað það hétir, vissi ekki Rakel gaman að heyra fólk veit hver það verst já, en fyndið mitt á að sagði þetta því að ég var náttúrulega í því líkri kulnun og ég var svo ógeðslega stressuð að ég vildi ekki að neitt vissi hver ég væri ég vildi ekki vini minni vissi þetta var ég þannig ég ákvað bara að velja mér nafn sem er bara eitthvað nýttir ekkert eitthvað Rakel og ég var aldrei búin að vera í ár með þennan Instagram-reikning áður en ég setti Rakel inn ég með fegin og settir nafnið þetta svona, ég á erfiðst með þetta en blá Instagram, fólk er að senda og ég kannski hitta þessu út í búð ég get ekki kallaði með þeirra eigin nafni ég held ekki að, svo bara blablabla en ég veit ekki hvað heitir já, emmi, það er alveg ég tengi við það, maður veit ekki hver þetta er já, ég er að reyna að venja mig núna með nöfnin já, nákvæmlega, þannig ef ykkur segir já, hún er Rakel, það veit kannski ekki mjög fáir allavega hver það er en svo er ég með nýttir frá Æsland og svo er heima síðan minn lópamönstur, þannig að það er ekkert allir sem að, það er kannski 3 mismöndi nöfn en lópamönstur.is það ekki? Já, þannig bara byrjaði þetta hjá mér og ég einhvern veginn, þetta gaf mér svo mikið og þessi sería sem ég gaf út stjörnumerkin, það varður rosalega vinsælt og peysundar fengur rosalega mikið lof. Já, það bara fór rosalega vel af stað og þegar maður fær svona jákvætt feedback og svona jákvætt undirtektir að þá einhvern veginn gefur það manni meiri kraft til þess að halda áfram og gera meira. Algjörlega. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað það er góði meðbyr. Nefnilega. Ef ég hef ekki fengið neitt, ekki neitt, það hefði ég kannski fólk kannski hugsa þetta frábær peysa en ef það er ekki, ef fólk skróla bara svo fram já, það er greinlega með duglegt að senda og það skiptir svo máli. Algjörlega. Þá getur þetta bara þann út seglin hjá manni. Heldur betur. En fórst að segja mér daginn að þú var með pröfubrúnur hjá þér. Þú ert ekki með 1, þú ert ekki með 2. Hvað ertu með marga áhugasamar sko? Ég er með rúmlega 150 konur út allan heim og 4 kallmenn. 4 kallmenn? Já, okay. Einn er búin að pröfuprána 6 uppskriftir fyrir mig. Ok, mér finnst það trillt. Já, ég ákvað að hafa Instagram-reikningi minn á ensku af því mér finnst bara lópapeysan og ég ger engangu lópapeysu uppskriftir. Ég elska lópapeysuna sko og mér langaði að hafa það bara, þetta er bara menningararfurinn okkar. Nefnilega. Já. Sem maður þarf að fara svolítið vel með. Algjörlega. Ég er gamaldagskonan sko. Já. Ég fíla ekki þar lópamynsturinn breyttur og sér 90-skuleg. Nei. Þessna elskaði þegar svona er haldið svolítið í þetta svona klassiska en samt með svona nýj ívafi. Já. Fjölbreytileikin í þessu er svo ótrúlega skemmtilegur og það er einhvern veginn, það er svo auðvelt að finna eitthvað fyrir alla, mismundi hlutur höfða til okkar, en já, þannig að með því að hafa þetta á ensku, þá hef ég einhvern veginn fengið líka fleiri, ég hef ekki hugmyndum hvað venjulegur prjónahönnur hefur verið með marga pröfuprjónara, en ég sita alla í close friends á Instagram og ég er alveg komið með yfir 150. Það er geggjað sko, líka halda utanum þetta. Þetta er nefnilega svolítið að halda utanum og hvert pröfu, þetta er nefnilega, við kannski förum betur yfir það í öðrum þætti, hvað það er gríðarlega mikil vinna að skrifa eina uppskrift. Já, til að það er sko. Ég gerði mér enga grein fyrir þessu. Sko ég gerði eina uppskrift þegar ég var yngri, þegar ég næstur Rúrik strákur minn. Já. Þetta var uppskrift sem ég gerði bara í hans stærð, þannig að þetta var svona 1,5 til 2 ára stærðina og ég bara hafði ekki í mér að útfæra þetta á aðra stærðir. Mér fannst þetta bara meira en nóg.
Einmitt. Þannig að ég staldra bara við þessa einu stærð og let þar með við liggja. Einmitt. Ég veit ekki hvort ég hefði farið út í þetta ef ég hefði átt að með á því hvað þetta mikil vinna og líka fyrir eitthvað sem til dæmis í börnáti og ég rosalega svona, það skiptir mig svo miklu máli að þessast pröfuprónarnir að því ég svo innilega þakklátt fyrir þær bara ég á ekki til orðin til að lýsa því hvað ég þakklátt fyrir að þær séu pröfuprónar fyrir mig og það skiptir mig svo miklu máli að þær viti, sjáu og heyri hvað ég þakklátt þannig ég reyna að vera ótrúlega dugleg að svara og kommenta hjá þeim en þetta getur líka verið svolítið svona kvíðavaldandi stundum ef að ég fæ kannski skilaboð ég til dæmis daginn þá var ég á Suðurströndinni, var bara með síma minn og ég var að fá nokkuð skilaboð eitthvað sem hafði spurningar úr uppskriftinni og þá gæti ég ekkert verið að svara því upp á jökli og þá fæ ég bara svona ákvöð og svo var einu orðin svolítið ósátt að fá ekki svör og þetta getur alveg verið smá svona erfitt stundum Já, og það, hvað sagður það að vera Suðurströndinni Þú ert að ferða svolítið mikið eða ekki? Þú ert alveg svolítið útilegu gælan. Já, það má segja það. Ég náttúrulega vann í ferðaþjónustunni í næstu í 10 ár og bara landið okkar svo ótrúlega fallegt. Það eru svo margir staðir að fara á skoða. Ég sá myndir á Instagram, þetta var bara drillt sko. Þetta var drillt sko, að fara aðeins, kíkja aðeins í. Man alltaf þegar maður vann í ferðaþjónustunni, það fekk maður líka alls konar svona að pröfa alls konar ferðir og gera eitthvað sem annars ekki gerð. Ég gert mér var boðið í ferð, ég gæti ekki satt neyði því. Nei, ég myndi líka fara. Að það væri þyrluflug. Nei, mér finnst ekki lappa. Nei, þetta var virkilega skemmtilegt. Ég elska að fara þessum landið og að fara. Þegar þú ferði í svona fjall, hvort sem það er upp á jökul eða upp á fjall, það er ekkert rosalega margir þar. Mér finnst það líka ótrúlega skemmtilegt. Þá ert að sjá svona staði sem maður kannski ekki allir á amaður að hafa. Kannski engin 4 börn. Ok, Pandi kemur. Já, kemur næst. Ég næst. Nei, ég hef ekki lent í þessi grátandi barn upp á fjalli. Nei, það er ekki bara eitthvað skrítið sko. En já, ég ætla að spyrja líka með prjónið hjá þér og hannanirnar, er þetta eitthvað sem þú sérð fyrir svolítið svona sem framtíðstarf, ert að byggja upp dálítið núna til þess að geta bara svolítið verið í þessu þau er eldri? Já, þetta er ekki draumurinn? Þetta er draumurinn. Þetta er draumurinn, bara algjörlega. Mér finnst smá leiðilegt þegar maður heyrir, og kannski er þetta óvinsæl skoðun, ég veit það ekki, en ég hef séð og heyrt aðalega íslenska hönnuði segja til dæmis á Instagram, það verður engin ríkur á því að vera prjónahönnuður. Ég hef heyrt þetta, ég líka. Ég fæ alltaf svona ég á erfitt með svona staðhæfingar. Ég segum að segja þetta. Það er verið að kvartur verðu eitthvað, ég bara, þessar verður engin ríkur að vera prjónahönnuður. Það vill enginn borga. Nú er ég ekki, en ég meina hvað með hana petit knit. Ef maður segir enginn og ef maður alhæfir, þetta er bara vinna. Þetta er vinna. Ef maður setur inn vinnuna og markasetning líka og þetta er allt sem samtvinnar inn í, þetta er bilaslega vinna allavega fyrst og fremst. Og með því að segja ef maður þá erum við ekki á neitt hátt að gera lítið úr því auðvitað þeir sem er að gefa út uppskriftir og eru ekki orðin eins og petit knit, auðvitað er þetta bilu vinna. Já, hún er líka með fullt af fólki, hún er ekki bara ein. Nei, hún er líka bara búin að vinna að því. Já, þetta er bara fyrirtæki sko sem hún rekur þarna með marga inni. Já, sem hún hefur vantarlega byrjað á einhverjum tímahúti ein og unnið sér svo bara upp í þetta. Algjörlega. Þannig að ég markmið mitt er ekkert endilega að vera eitthvað rík en mér langar bara að geta lifað á þessu. Já. Og það er bara algjör draumur sem að ég ætla bara að láta verða að veruleika. Þannig ég er bara rétt að byrja sko. Ég er alveg sammála. Mér ég horfi líka svolítið svona á handavinnun að ég væri til að geta lifað á handavinnun, hvort sem það í hvaða formi sem er í raun, hvort er kennslu eitthvað álíka. Ég vona bara með tímanum að fólk fari kannski sem tekkir ekki til í handavinnun, fari kannski svona að meta þetta betur. Þetta er draumurinn. Ég man eftir að hugsa þegar ég var 17 ára og var að próna einhverju loppæsu og hugsaði bara, vá, hvað ég væri til að ég geti bara verið að gera þetta. En svo hugsaði ég líka, en í það, ég get það ekki. Sem brýtur mann hjarta í dag. Þegar maður sjálfur síns eigin óvinnur. Nákvæmlega. En hér er ég í dag, búin að gefa út fullt af uppskriftum og er bara að gera akkurat þetta. Þannig að ég er bara rétt að byrja og ætla bara að halda áfram eins lengi og ég get. Og bara, mér finnst líka, mér finnst þetta svo ótrúlega skemmtilegt að vera, þetta er svo svona margt í þessu. Þetta er bara maður er að skapa eitthvað, maður er að kynnast fólki. Já, það er alveg uppáldið mitt núna sko. Ég var alveg félagsheft. Já, ég er ótrúlega feimin. Það er alla vinkonum búin að vera bara,
Einmitt. þú að fara að vera með podcast? Og líka, ég ótrúlega feimin, ég ekki búin að sína allir andliti mitt á Instagram. Nei, ég bý bara spennt. Nei, ég svo feimin og ég svo feimin myndavélina, en þetta kemur allt saman og ég alltaf að fá meira svona sjálfsöryggi og að því mér finnst þetta svo sjúklega skemmtilegt. Allt ferlið. Kynnast frábæru fólki og bara eins og Instagram samfélagið, prjóna samfélagið. Þetta svo nærandi og svo ótrúlega skemmtilegt að sjá líka bara, svo gaman að sjá líka aðrir íslenskir hönnur. Maður getur fengið bara svona inspo bara alls þar að. Já, ég sammála og eins og það Instagram, Facebook, TikTok Instagramið klárlega alltaf safe space. Minnst þetta alveg að því þetta minnst þetta halda utan hópin. Algjörlega sko. Bara til dæmis það sem pröfuprjóna fyrir mig. Þær gefa mér oft mikið inspo bara til dæmis með litavali og það svo rosalega mismunandi bara svo margt einhvern veginn. Maður sér stundum kannski bara einhverja liti. Já. Og það þarf ekki eins og að vera í prjóni. Ég alveg sammála. Það sem maður fær bara svona, herðu, þetta verður sturla litakombo í peysu. Ég sko akkurat á þessu stað. Ég að gera einmitt núna græna peysu. Já. Og ég sko bara að gera hana að því ég sá litin nefnilega Instagram og ég bara, ég ætla að gera þessu peysu. Ég bara ég ætla að gera á þessu gatni og ég ætla að gera akkurat þessu peysu, minnst fullkomin. Já. Bara fjalli fyrir litnum. Já, ég líka oft sagt að ef menn verið litir, þetta kannski marga kærasta. Það rosalega mismunandi einhvern veginn hvað grípur mann. Já. Að því stundum það litirnir, stundum það kannski einhver áferð. Uppsetning. Já. Ég fylgist alveg með svona uppsetning. Ég kalla þetta beinabyggingar. Þegar ég að setja upp myndir. Að þá kannski fólk með einhver svona nokkar hluti inn á og það ég get sagt að sumar mynda kassa, sumar mynda þríhyrning og þetta allt sem ég kalla rammarinn. Þannig ég horfi á bara uppsetningur þessu hér og ég reynir svolítið sjálf svona kannski að skapa sama með kannski öðrum hlutum. Það er bara allt. Það einhvern veginn allt svona inspo. Talandi Instagram, ég sá þig sita í story að þú sagðir eitthvað svona, já ég að reyna að fá einhverjum vinkunum minni að vera með podcast og eitthvað en svo einhvern veginn gerist ekkert og ég svona, þegar ég sá þetta story þá sendi ég ekkert, ég sendi reyndir á þig. Ég sendi eitthvað svona, já eitthvað mér langar svo að vera með podcast og láta heita Garnagaul eða eitthvað. Var það í nóvember eða var það í maí? Nei, það var bara ekkert í fyrra sko. Já, þá var ég bara nóvember þegar við vorum eitthvað ræðum þetta svona og svo einhvern veginn en það ekki drifkraftur í mér, það kemur svona því ég bara átti alltaf busy life með kids. En samt, að því núna í maí þá sendi ég á þér hljóðskilabóð að því ég bara eitthvað svona, herðu, ég bara, já mannskja já, þetta cool Nei, líka sko að því það svo margir sem segja, að því ég sendi á þig hljóðskilabóð, bara herðu annars eitthvað, ertu til að gera með mig podcast, að því að já, þetta var nákvæmlega svarið, en þú sagðir ekki bara já, heldur þú sagðir, ég laus á þriðjudaginn og ég elska það að það svo margir sem segja, já, væri ótrúlega gaman frábær hugmynd, en þú veist, svo verður ekkert úr því, en þú bara, herðu já og hittast það þriðjudaginn og ég bara, herðu já og hér situm við, nokkrum vikum seinna. Rakel með mikið betra minn en ég því ég er þjóðast að elliklöð brjóstaflækjan en það en já, það er náttúrulega drifkrafturinn er náttúrulega í þér, þú voru náttúrulega klárlega halastjartan þessu hérna og ég segi bara já, ég er bara Helgi og svo komst ég heim til mín, ég verði alveg sjokkur að það ekki bara lappað út, sko Svo komum frá Egilsstöðum, deginum undan og börnin mín voru sturluð og ég var eiginlega, ég tókst ekki eftir það, þá var ég svona pínu svona rauði framan á því að þeir voru svona pekka svo mikið í mig og ég sverða á mínútu fresti þurfti ég að afgræða einhvern í einhverju gráti, þeir grétu mjög mikið börnin mín, þeir voru bara úlfatíminn sko, kræst sko og Rakel hérna, þessi hjartansarós hún var með mangamur súkkula sem bætti ekki úr látunum í börnunum mínum bensin og eldin en þetta var geggja, við tókum 2 klukkutíma spjall og þetta var bara svo hittaði gamla grunnskólavinkunu við hefum aldrei hist áður, við hefum bara spjallað lítilega á Instagram en svo bara, já, þetta er bara eins og við hefum ekki gert neitt annað. Hvernig fannst þér að búast mér í heimsókna því nú er ég búin að sjá þig svo oft í story, mér leiði eins og ég bara þekkti þig svo bara kem ég, þú eru aldrei séð hvernig var það? Og þú bara, herri já, ég er til í hérna podcast Sko, ég held að því ég er búin að vinna sem afgreiðslukona svo lengi að ég er eiginlega bara við alls sama hvar út götu ég bara eitthvað, hæ, hei bara ég er að fíla þetta eitthvað, bara alveg þetta eitthvað
þetta er ekki góð samloka ég sko í dag í rosalega opinn þannig að já, ég tek alltaf bara móti öllum eins og ég hef bara talað við það eilífu. Já, mér líka bara, þú veist, ég bara, vá mér leið alveg eins og ég var að koma og bara hitta gamla grunnskólavinkunni sem var ekki hitti í ykkur tíma. Og við náðum líka bara á 2 klukkutíma að setja niður alveg brjálæslega margar hugmyndir af því að nú mættust 2 ADHD heilar og þá svona þá gerast illvirkin. Já, þetta hefur verið smá svona chaotic á köflum. Já, við getum kannski komið að því núna að þetta er ekki fyrsti þátturinn eða þetta er ekki fyrsta upptakan á þessum þætti. Vitið hvernig það lítur út þegar maður að hleypa sko rollunum út? Já. Það var alveg eins. En mér finnst það búið að ganga rosa vel núna. Já, við erum með hnýtmiðar í dag. Já, við skiplaðum okkur og dróðum saman segli. Það má segja það. Ég er bara að segja það ekki, ég er með rosalega í orðatiltækunum. Ég er þannig ekki, þannig að bara kontu með þau. En bara já, ég var svo ótrúlega ánað einmitt hvað við líka náðum saman og við erum svona á svipum stað með þessar hugmyndir okkar. Við erum alveg svona bara með svipað svona sín fyrir þetta podcast. Og það er einmitt bara að framkama. Já, bara sjúklega spenntar einmitt. Bara byrjum á þessu, sjáum hvað gerist. Það versta sem gerist er að við pröfum og það hlusta 3. Það er ekki verra. Það verður ekki verra betur en 1. Ég og þú sko, þannig að við þurfum bara 1. 1 er betur en engin. Já. En við viljum endilega minnast á samfélagsmiðlun okkar, Instagram og Facebook og þar heitum við Lykkjufallið. Og endilega alla Lykkjufallið sko. Já, endilega hendið í follow og það má endilega senda ykkur skilaboð ef þið eruð með ykkur komment og við ætlum að setja í story í svona spurningabóks og það væri ótrúlega gaman að fá ef þið eru með ykkur hugmyndir hvað ykkur þætti gaman að heyrum og jafnvel ykkur líka til að fá í viðtal ykkur gest. Og bara hvernig ykkur fannst til að þátturinn það væri líka mjög gott feedback sko. Það væri mjög gaman að heyra. Það væri, bara dásanlegt. Og endilega taka ykkur í story ef þið eru að bara prjóna, þið eru bara að brjóta pottin eða bara út í göngutúr. Sleik með kærastunum. Bara já, ef þið eru að hlusta, þá væri ótrúlega gaman að fá feedback. En við ætlum að taka núna eitt lið sem við ætlum að hafa fastan lið í hverjum þætti og það hvað er þú með á prjónunum? Ertu að tala um mig núna? Já, nú hvað er ég með prjónunum? Herðu, ég er með frá My Favorite Knitwear og það er þessi sexy græni hjá mér sem mannur mínu finnst ekki sexy og ég kaðilega minnst er sexy en það er svetter númer 15. Ég er að fýla hann svolítið. Hvað er þú með á prjónunum? Herðu, ég er gera nýtt jólamönstur. Hættu. Ok, ég er spennt. Ég er mjög spennt. Ég er sjálf algjör jólagrins. Ég er líka jólagrins. Og mér finnst bák og jólin verður skemmtileg hjá okkur en bara höfum jólin, hlakka ekki til. Nei, mér finnst þetta bara svo mikið stress. Þetta er stress. Ég bara meika það ekki. Já, ég sérst er að gera nýtt munstur fyrir jólin, þannig að ég er að vinna í því núna þessa dagana. Ég er spennt. Þið með taka okkur og einmitt þið með líka segja hvað þið er með prjónum. Það er bara frábært Lykkjufallið og svo hashtag. En alltaf bara takk fyrir okkur, takk og snakk. Já, bara takk kærlega fyrir að hlusta. Við höfum eftir að, ég vona að þetta verið skemmtilegt þáttur. Þetta er náttúrulega bara létt kynning á okkur og svo í næsta þætti þá erum við með mjög skemmtilegt og áhugavert viðfangsefni. Ekki þung kynning okkur. Nei, það verður svona meira, spjall og svo erum við mitt, eins og við segjum áðan, konar með gest sem kemur vonandi fljótlega í viðtal. Þannig við bara erum sjúklega spenntar. Takk kærlega fyrir að hlusta. Takk.